mjög gaman að fá afsökun til að koma til Akureyrar og kíkja í mat til mömmu og svona. Ég bara aðeins til að kynna mig fyrst. Ég næringarfræðingur á Landspítala og vinn þar á göngudeild sykursýki. Og svo ég líka á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og sykursýkismóttöku þar í Keflavík. Það svona þjónustusamningur milli Landspítala og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Og á þessum tveimur stöðum þá hitti ég mjög ólíka hópa. Á göngudeild sykursýki þá hitti ég mjög mikið tegund 1 sykursýki, tegund 2 sem kannski komin á flókna lyfjameðferð eða með fylgikvilla eða eitthvað svoleiðis. Í Keflavík hitti ég svona 80% nýgreindir með tegund 2, einfaldri töflumeðferð eða jafnvel lengri lyfjameðferð. Þannig að það svona mjög fjölbreyttur hópur sem ég sé. Og í dag ætlaði ég bara að fara yfir næringarmeðferð við sykursýki tegund 2. Ég setti netfangið mitt þarna á forsíðuna ef einhver vill fá meiri fræðslu eða dýpri fræðslu, þetta er svolítið grunnt þannig sem maður fer yfir á hálftíma, eða eitthvað við tegund 1 eða meðgöngu sykursýki eða eitthvað svoleiðis, þá bara megið óhygg að hafa samband við mig. Ég með nokkra glæri sem ég ætla að róla yfir, en ég ætla ekki að standa endilega yfir á messi fyrir ykkur, þannig að ég endilega bara stoppa mig og ef eitthvað einhver athugasemdir eða spurningar eða eitthvað svoleiðis. Ég ætla að reyna að halda mig innan tímarammans, til að sé þetta ekki allt úr skorðum. En sykursýki hefur svolítið verið mín ærakýr síðustu ár. Bæði meistar- og doktorsverkefni mín tengdust næringarmeðferð fyrir sykursýki og aðra lífsstílssjúkdóma sem tengjast offitu. Þegar ég byrjaði að vinna í þessu, þá sá ég að þær leiðbeiningar sem voru til staðar þörfnuðust endurnýjunar og sérstaklega það fræðsluefni sem til fyrir sjúklinga, og það eiginlega svoleiðis enn að það bara úrelt mest allt. Þannig að við réðumst í þá vinnu að gera fræðilega svona samantekt á næringarmeðferð fyrir einstaklinga með sykursýki tegund 2. Það rosalega mikið gróska í rannsóknum á sykursýki tegund 2. Bæði það koma ný lyf nánast vikulega og líka í næringarmeðferð. Þannig að þetta eitthvað sem þarf að endurnýja mjög reglulega og við erum alltaf að læra eitthvað nýtt. En úr varð þetta skjal sem aðgengilegt á vef Landlæknisembættisins og Landspítala og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins allavega. Og þetta svona fræðilegu bakgrunnur fyrir leiðbeiningar fyrir heilbrigðisstarfsmenn. Þetta ekki mjög aðgengilegt fyrir sjúklinga eða fyrir þá sem ekki mjög vel inn í þessum málum. En meiningin sem sagt að fylgja sig eftir að gera fræðslefni og við erum komin langt með fræðslefni fyrir sjúklinga. Og erum að vinna af því í vetur. Og það verður vonandi eitthvað sem verður þá gefið út á landsvísu, eða við stefnum á það. Eru flestir af spítalanum eða eru einhverjir utan? Hvað eru maður að gera á spítalanum? Hver eru utan spítalans? Ok. Og einhverjir eldhúsum líka. Ok. Þið verður bara óhrætt að stoppa mig. Bara ef ykkur finnst ég vilja fá að vita eitthvað meira. Ég ætla aðeins að byrja að fara í þetta plagg okkar. Þegar maður að beita einhverju meðferð, hvaða meðferð sem það þá þarf maður alltaf að átta sig á hvert markmiðið Og næringarmeðferð við sykursýki tegund 2 miðar númer 1, 2 og 3 á blóðsykurstjórnun. Það var ná góða stjórn á blóðsykri. Líka að því að ná eða viðhalda þyngdarmarkmiðum ef þess þarf. Og svo þurfum við að taka tillit til fylgikvilla og ráðleggja eitthvað sem kemur í veg fyrir fylgikvilla sykursýki eða dregur áhættu af þeim. Og svo stór hluti af næringarmeðferðinni, hún miðar að því að viðhalda að bæta lífsgæði. Að fólk geti notið þess að borða góðan og hollan mat og þetta valdi sem minnstri streitu bara í lífinu. Matur er orðið svolítið flókið fyrirbæri.
Við lifum í mjög óheilbrigðu matarumhverfi og aðgengi mat mjög mikið, markaðssetning á mat og svona tengdum efnum mjög mikið og það bara mjög mikilvægt fyrir okkur heilbrigðisstarfsmenn að átta okkur á því að það miklu auðveldara að þyngjast í því samfélagi sem við búum í dag heldur en að léttast eða að halda þyngd. Þannig að þetta alltaf svolítið að sigla á móti straumnum. Og ég setti bara á svo glæri nokkrar, ekki einu sinni allar auglýsingar sem ég fann í einu fréttablaði daginn. Og sem tengdist mat eða einhverju álíka. Og það sem við viljum með næringarmeðferð bara að skapa, að gefa fólkinu svona ákveðna þekkingu, ákveðin grunn til að geta verið gagnrýnin á þær upplýsingar sem eru í boði og taka meðvitaðar ákvarðanir sjálft. Maður skrifar ekki upp á beint mat eins og lyf mögulega. Maður þarf og maður getur ekki bara sagt þetta gott, þetta ekki gott, það kemur alltaf bara eitthvað nýtt. Þannig að það þarf að skapa svona ákveðna grunnþekkingu þannig að fólk getur tekið meðvitaðar ákvarðanir sjálft. Mér finnst þetta tók eftir þess að fréttum í Víkjum í september, það fyrir 2-3 vikum. Mér finnst það mjög áhugavert. Þetta svona gott dæmi bara að það stanslaust eitthvað að dynja á okkur. Eina sem tala Safakúra. Það segir fólk að kasta peningum í þetta, þá bara hætta þetta mest í hesta slítur alltaf tíma. Og 2 klukkutímum síðan kemur eigandi Pure Deli. Það segir þetta gríðarlega næringarmiklir djúsar sem við höfum upp á að bjóða, það hjálpa fjölmörgum að létta sig og til að mynda á minnkar sykurþörfin hjá þeim sem drekka á reglulega. Og nú bara einhver út í bæ, bara hverju á hann að trúa. En maður hefur ekki grunnþekkingu til þess. Og það sem meira þegar ég byrjaði að vinna í þessu kosti þegar heilbrigðisstarfsmenn ekki heldur sammála. Og það rosalega vont fyrir einhvern sem að greinast með sjúkdóma sem mataræði skiptir gríðarlega miklu máli að heyra eitt frá lækni, eitt frá hjúkrunarfræðingi, eitt frá næringarfræðingi og veit ekkert hvað hann að gera. Þannig að mjög mikilvægt að við séum svolítið svona samhljóma. En svo meira sé ekki nóg að vita hvað maður á að borða. En matur svona, skapa stóra sess í lífi flesta bara félagslega og borðum mat þegar við erum sorgmætt og þegar við erum að gleðjast og þegar við hittum vini, þá alltaf matur. Og sumir leita í mat til að hugga sig, sumir aðrir tala um matarfíkn og enn aðrir hafa bara engan áhuga á mat og borða bara svona eitthvað til þess að vera ekki svangur. Og svo ræðist það sem við borðum á fjárhag og vinnutíma og getu til þess að matbúa, þetta þarf alltaf að skoða í næringarmeðferð. Þannig að það ekki nóg að segja bara hvað maður á að borða. Það ekki svo einfalt, ég held að viti það svo sem flestir, eða ekki. Og þeir veit það alveg sjálfur, það ekki það sama að vita og gera. En allavega í þessu skjali, þá settum við saman, tókum saman bara stöðu þekkingar í dag, með svolítið opnum hug, því að það voru ekki allir að sammála, og hvaða sannarlega betra en annað fyrir fólk með sykursýki að borða. Og það var rauninni bara mataræði sem einstaklingur treysti sér til að fylgja til lengri tíma. Það var allt svolítið svona svipa gott ef fólk taldi sig við það. Þannig að bara leiðin sem farið, þetta þarf alltaf að vera að vala einstaklingsins. Það ekki að segja, eins og segja okkur hvað að borða, það þarf að ræða við einstakling hvað hann tilbúinn til að gera. Og svo þetta hræðisæti grundvallar, sem afskaplega mikilvægt. Að kanna hvernig einstaklingur að borða núna. Áður maður fyrir að ráðleggja og forgangsraða kannski þeim ráðleggingum svolítið. Maður þarf að hafa góða þekkingu af því hvað skiptir meira máli en annað og að vera þá ekki að taka eitthvað út sem að gera breytingar sem að skerfa kannski næringargildi þess sem maður skal borða. Nei, ég hef til dæmis skekkt einhvern tímann konu til mig sem hafi verið á hjartadeildinni og fengið þær ráðleggingar að minnka ávexti. Og hún kom rosa ánægð og sagði, já, ég bara sleppur mál sem með jarðarber bara ef ég er búin að vera ógeðslega dugleg. En svo þegar ég fór að spyrja hvernig hann að borða, hún drakk 2 lítra kók á dag. Þannig að það þarf að vita hvernig einstaklingur að borða til þess að forgangsraða hvað þarf að breyta.
Og svo þetta heilsa og öryggi sem þarf alltaf að hafa í huga og sem ekki algengt sem við vitum ekki hvort það sé æskilegt. Og þetta svona þær tegundir mataræði sem þetta voru teknar fyrir í plagginu. Og höfum þetta svona flokkað bara út frá rannsóknum. Þetta eru þetta kannski ekkert aðskildar tegundir mataræðis þannig séð. En munurinn á þeim magn kolvetna. Kolvetni er það næringarefni sem hefur bein áhrif á blóðsykur. Lengst til vinstri, mataræði Íslendinga bara samkvæmt síðustu landsmönnum sem reyndar alveg svolítið gömul. Svo þetta frá mataræði byggt á almennum ráðleggingum, við 40–60% kolvetni, mataræði með hóflegri kolvetnaskerðingu vilja við kalla þetta og lágkolvetni mataræði. Og niðurstaðan var eins og segið, það voru allar jafn góðar til lengri tíma litið. Mörgum hentar að draga þessu kolvetnum, mörgum hentar alveg lágkolvetna mataræði, það bara það er mjög einstaklingsbundið. Og það er bara mjög mikilvægt að ræða við sjúkling hvað hann er tilbúinn til að gera. Og ágætt að hafa í huga leið og við förum í strangara mataræði, förum að útiloka einhverja fæðuflokka, þá hann eins vandasamara að fá öll vítamínasteinur sem við þurfum. Þannig að það fólk betri eftirfylgni. Og eins og ég segi, þegar ég hef verið að ræða við læknahjúkrunarfræðinga, þeir hafa mjög misjafnar skoðanir á þessu. En mér finnst bara mikilvægt að við séum svolítið samhljóma og setjum þetta svona borð. Þetta, ef einhver læknir til dæmis mjög hrifinn af lágkolvetnafæði, persónulega, og sé það á sínum sjúklingum, að setjum það þannig að borð, það er til marga leiðir, misjafnt að hætti hverjum einum. Mér finnst sjúklingar mínir hafa staðið vel á þessu að voru prófa það. En ekki bara, þú þarft ekki bara svona. Þeir sem segir hitt eru vikið. Staðfækningar er ekki þannig. Skiljiði mig. En ráðleggingar hafa svolítið verið að færast úr því að vera að einblína rosa mikið á þessu orkuefni og yfir í matinn. Að gæði matarins skiptir öllu máli. Það er hægt að vera á hvaða mataræði sem og borða bara drast. Það er hægt að vera lágkolvetna að borða drast, það er hægt að vera á þessa skiptingu og borða bara drast líka. Þannig að það er svolítið verið að einblína meira á matinn sem þeir eru að borða. Þannig að ég ætla aðeins að fara meira í það. Það er líka við borðum að erfitt að horfa á disk og átt að sjá hvað er fita, kolvetni, hversu mörg prósent eitthvað. Þannig ég ætla aðeins að fara bara yfir matinn. Og í stóru dráttum er það sem maður ráðleggur þeim sem eru með sykursýki tegund 2. Bara mjög svipað á maður ráðleggur öðrum einstaklingum. Bara hollur og fjölbreyttur matur sem stuðlar bara að fáum öll næringarefni sem við þurfum. Hvað blóðsykur og þyngdarstjórnun varðar, þá metta trefjaríkur matur vel. Hann getur líka átt þátt í að koma betri blóðsykurstjórn og lækkað kólesteról í blóði. Þannig að þegar við erum að borða kolvetni þá ætti það að vera trefjaríkur matur. Og það eru heilkorn, baunir, linsur, grænmeti, ávextir. Það fáum við trefjar og það er kolvetnaríkur en trefjaríkur matur. Og þá ætti að takmarka neyslu á svona unnum maturum sem eru mikið af fín unnum kolvetnum, sem þá góðstyrki, sælgæti, snakk, bökur, keks, unnar kjötvörur, skyndibiti. Svolítið common sense, þannig séð. Þið nokkuð 5 mínútur? Þið bara stoppið. Og svo ég rjúki ekki bara áfram. Ég ákvað að byrja á sykrum, því það er oft að segja eitthvað sem gleymist. Þegar ég að spyrja með svona sjúklingafræðing og spyr hvar eru kolvetni, og tali allir upp brauð og pasta og brauð, eitthvað svona ávextir og eitthvað svoleiðis. En það sem rosa stór hluti af kolvetni sem fáum úr úr þessu sem við vitum alveg að úr. Það er lífslega að maður spyr hvað í hverju sykur, það er aðeins tómatsósu, kjúklingabringu og eitthvað. Jú, það er sykur alls staðar. Alveg svona 80% af viðbættum sykri sem við erum að borða meðal Íslendingurinn
eru samt úr þessu sælgæti, gosdrykkir, kökur-kex, eitthvað svona sem við vitum alveg er sykur. Og þess vegna setjum þessa glæru bara fyrst. Já, þetta eru næringarsnautt, hækka blóðsykur, má alveg missa sig. Þetta er ekki lífsnauðsynlegt. Það er ekki þar við setja megi aldrei borða súkkulaðimóla aftur eða eitthvað svoleiðis. Þetta er eitthvað sem að flestir mættu minnka verulega. Og við ættum að byrja þar, ekki byrja að segja fækka ávöxtunum og borða bara jarðarber til spari, byrja að einblína á þetta. Sætefni, ég fæ allavega spurningar á sætefni og ég segi til það sætefni með færri galla innan gæsalappa samt en sykur. Sætefni hafa mjög lítil áhrif á blóðsykurinn og ég hef ekkert í höndunum til að mæla móti þeirra, það hefði verið sýnt fram á skaðleg áhrif. Ég myndi samt ekkert mæla með þessu sem hollustuefni samt heldur. Þannig að þetta er eitthvað sem ætti að vera bara í hófi. Þangað til við vitum meira. Þannig að þetta eru kolvetni sem að mega missa sín eða minnka verulega. Svo hafa við kornvörur kolvetnaríka líka. Og þá erum við að velja heilkorna vörur. Og heilkorn er það bara þegar allir hlutar kornsins eru nýttir, hvort sem það er malað. Þetta er ekki bara að borða heil korn. Þetta er að klíðið utan á sem trefjarnar eru séu með í mjölinu. Og þetta getur verið bara svona heilhveiti og hafrar og bygg og rúgur og grófmálaspelt til dæmis. Þá fáum við trefjarnar með og trefjarnar verða til þess að blóðsykur hækkar ekki skart og ekki smiti. Og bara því minna sem kornið er unnið, því minni áhrif það hefur það á blóðsykur. Og ef þið að tala við sjúklinga, þá er mér ákveðið að senda þessi tvö merki. Það getur verið mjög flókið að velja brauð. Það er oft brúnt en samt ekkert gróft og svo er kannski gróft en samt fullt af sykri og eitthvað. Þannig að og margir þetta fara strax að það bara ég má þá ekki borða brauð. Þannig að velja bara frekar gróft og borða ekkert of mikið, fastan skammti. Það er stór munur á bara heimilisbrauði með osti eða grófri brauðsneið með eggjum og grænmeti og einhverju svona annað. Það er bara tengt ólíkt. Þannig að áður en að fara að útiloka allavega þá byrja það að minnsta kosti. Kartöflur flokkast sem kornvörur líka. Þannig að þá er þetta fasta skammti. Þessu mörgum hentar ágætlega að draga úr kolvetnunum aðeins sem að minnka kannski kartöfluskammti til dæmis og fækka brauðsneiðum. Grænmeti með að flesti bara auka verulega. Það er bara, þar er þá við trefjar, kolvetna snautt frekar, orkusnautt, nettavél. Þannig að endilega hvet ég til að borða alls konar grænmeti. Og bara sem meðlæti og álegg og í mat og soðið og steikt og grillað og bara hvernig sem er. Þetta á að vera matardiskur hérna. Með einhverjum mínar skjólstæðingar grænmeti allavega helmingurinn af disknum. Svo kjöt, fiskur, egg, baunir, prótínir hérna. Kartöflur, pasta, hrísgrjón, núðlur, brauð, kolvetnaríka, síðan svo 1/4. Það er engin skaða á sleppisvísum. Þú missir einhvern veginn rosalega mikil næringarefni að sleppisvísum. Það er alltaf lægi. Mér finnst alltaf svona hálfgerð mannhómska að segja að sérstaklega haustin er að koma nýja kartöflur og eitthvað svona. En það er líka bara hver eftir hvað einstaklega tilbúið að gera. Þannig ef einhver sem er kannski bara að borða heima bara helming kjöt og helming kartöflur, þá er það græða þannig að það minnka það á stað. Þess að fær sig kannski venjulega 3 kartöflur og er samt með erfiða blóðsykurstorkn og vill ekki kannski bara fleiri lyf, þannig að það bara einhvern veginn. Í ávöxtum er ávaxtasykur sem er kolvetni og getur hækkað blóðsykurinn. Það er líka trefjar sem þannig að blóðsykurinn hækkar ekki eins mikið.
Og það sjálfsagt að borða ávexti 1-2 á dag, ekki báða í einu. En eins og þetta líka einstaklega ef einhver að borða 10 ávexti þá græðir hann að borða bara 5. Það er. En að vera kannski halda sig að borða ekki meira en svona 100-150 grömm í einu. Og ávextinni eru missætir. En aðalmálið ekki drekka ávexti, ekki drekka safa, ekki drekka búst eða smoothie eða hristinga eða eitthvað svoleiðis. Og þessi skammtinn á svona þurrkuð ávextinni. Það vatnið bara úr en það er sama sykurmagn í ávextinni en þessu. Þannig að það einhver ætlar að fara að stemba sér í hrákökur eða eitthvað, þá er ágætt að benda á það. Það mjólkursykur í mjólk og þar gildir eiginlega bara sama með ávextina. Ég myndi ekki vera að drekka mikið af mjólk, hvernig sem mjólkin er, en borða mjólkurvörur. Og þá auðvitað helst ósætar vörur. Þannig að öll kolvetni á vökvaformi hækka blóðsykur skart. Þannig að við notum safa þegar einstaklega lendir í blóðsykurfall, þegar blóðsykur hækkar það. Þannig að mæla með bara vatn, sódaefni, kaffi, te og þetta er svona eiginlega með því, þetta er svona eiginlega eina sem ég vil setja á bannlista, bara ekki vera að drekka. Þetta voru kolvetnin. Ég ætla bara rétt að tæpa á prótein og fitu, kjöti, fiski, egg, baunum, aðallega til þá erum við hugsa fylgikvillana sem þeir sem eru með sykursýki, raukinni eftir hjarta-æðasjúkdómum og að velja þá óunnið kjöt og magurt. Og aðallega er það þetta unnið kjötur sem við viljum halda í lágmarki. Það er oft saltríkt og fituríkt og kolvetnaríkt jafnvel líka. Og með fiturnar að velja það mjúka fitu á kostnað harðra fitu. Og jurtafituna frekar en fitu landdýra. Það hefur náttúrulega verið mikil umræða þetta, hafið einhverja skoðun á fitunni. Það hefur margir komið fram að þetta auðvitað bara borðsmjörið og eitthvað svona. Þetta er allavega ennþá samkvæmt bestu þekkingu að draga úr áhættu hjarta-æðasjúkdóma. Þegar fólk er komið á lágkolvetnafæði, þá eykst fitan verulega mikið. Þá vitum við ekki hvað samsetningu fitunnar er best. Það er ekkert endilega kannski gott að hafa allt ómettað sem þetta er eitthvað fólksvarstoff og við vitum ekki. Það hefur bara að gera skoða. Þannig að þá getur mögulega verið relevant að fólk borða aðeins meira mettari eða harðri fitu. En þetta er allavega hin almenna ráðlegging ennþá. Nei, það er ekki þannig bara samkvæmt þessum leiðbeinum. En ég er samt alveg á því að það hefur mögulega verið gengið á langt með mjólkurfituna, bara á sínum tíma. Það sé drekka að borða, drekka eða borða abimjólk, feita. Sko þegar þessi ráðlegging var sett fram, þá var náttúrulega Ísland var mikil mjólkur þjóð. Það fengu rosa mikið af harðri fitu úr mjólk. Og mögulega er hægt að hugsa eftir á. Maður hefði átt að ráðleggja frekar að draga úr því heldur en að vera að gera allar mjólkurfitu minni. En við breytum því ekki núna. En það getur vel við. Þetta er auðvitað alltaf endurskoðað reglulega. Með salti það er líka bara það upp á hjarta-æðasjúkdómana að stærstu hluti af salti kemur úr unnum kjötvörum, tilbúnum réttum, skyndibita og með því að draga úr salti þá er hægt að draga úr þessari blóðþrýstingshækkun, kannski sérstaklega þeir sem eru yfir kjörþyngd eða eru með of háan blóðþrýsting. Og það skiptir tegund salt ekki máli, skiptir ekki máli hvort þetta er eitthvað Himalaya salt eða eitthvað, það skiptir ekki máli. Og bara til að loka þessu þá er bara meðferð D-vítamíni. Það er svo sem ekki bara fyrir það sem er sykursýki, heldur bara alla. Þetta er bara matseðla ganni fyrir þessar 3 tegundir, þessar samkvæmt almennum ráðleggingum, hófleg kolvetnaskerðing og blákolvetna. Þetta er bara samkvæmt almennum ráðleggingum og þessi matseðla er 45% kolvetni. Það er mjög erfitt að fara mikið hærra nema að bæta við nammi. Það er alveg ótrúlegt.
eða kökuleið. Þannig að og hinn svona meðal-Íslendingur, ef meðal-Íslendingur borðar 43% orkunnar úr kolvetnum. Ef það tekið nammið út og kökur og keks og svona, þá hann í 30 og eitthvað, ég man ekki prosentum, sem eiginlega hófleg kolvetnisgjafi. Þannig að þegar maður byrgir bara svona venjulegan hollan matseðil, þá hann í 30%. Og sem hófleg kolvetnisgjafi, það samt, það minni pastaskapir en það reyndar. Það meiri fita, þetta avokado, en annars þetta mjög svipað. En þá alveg pláss fyrir 2 ávexti og eina brauðsneið og havragraut og svona. Já, þetta brauð. Já, þetta svona þykkt í brauð. Kannski ekki. Já. Það getur verið grófa brauðsneið sem En þá erum við að tala með að fólk fari hóflega skerðingu, þá að minnka skammtana aðeins af kornvörunum, að minnka pastaspískum, kartöflur, brauð. Og þetta eitthvað sem ég ráðlegg eiginlega flestum nú til dags. Þetta bara flestum ágætlega. Fá alveg sína 1-2 kartöflur en ekkert meira en það. Og vera ekki bara að borða brauð út í eitt, sko. Þannig að þetta hentar mjög mörgum. Og þeir sem vilja ganga skrefinu lengra, þá það lágkolvetna, getur verið niður í einhverjum tilfellum. Þá það að tala 10–20% orkunnar séu úr kolvetnum. Og ef einhver vill þetta, hann auðvitað ráðleggur maður eftir bestu getu. Annars hef ég ekki notað þetta mikið nema kannski að þeim sem eru kannski á 20 töflumeðferð og vilja ekki fara á insulín eða þyrftu að gera það. Ok, það annað dag eða bara draga verulega þess að sjá hvernig það gengur. Eða kannski þeir sem ekki að nefna lyfjameðferð og hafa verið bara einhverjum lífsstílsbreytingum og vilja ganga svona skrefinu lengra. Þannig að þetta auðvitað miklu erfiðara að halda út. Og þá erum við að sleppa mestu pasta, hrísgrjónum, kartöflum, brauði. Ávextir takmarka við kannski 1 á dag, borða allt grænmeti. Við ráðleggjum, það hefum ekkert fyrir okkur því að vera ráðleggja mikið minna, ekki alveg keto mataræði, ger það ekki. En ef þetta einhver kemur til mín og vill það, þá reynir maður bara ráðleggja hann eftir bestu getan að fá öll næringarefni sem maður þarf á því mataræði. En þetta svona langtíma rannsóknir, það þarf að meta betur langtíma áhrifin á þessu mataræði. Það ráðleggur þetta ekki nema kannski svona 6 mánuði, 12 kannski, en með meiri eftirfylgni. Fylgjast með blóðfitum og sérstaklega fólk ekki að léttast á þessu mataræði eða léttast og þyngjast aftur og þarf að endurskoða. Og mér finnst mikilvægt að skrá hugsanlegar aukaverkanir. Við næringarfræðingar höfum svolítið fengið gagnrýni á það að við viljum láta rannsaka allt alveg bara í tætlur áður en að fara að ráðleggja. En það sé miklu meiri kröfur hjá okkur heldur en að gert í lyf. En þar erum við með lyfjastofnun og það skráðar aukaverkanir. Við erum ekki með það hér. Þannig að við finnst mikilvægt að fara að skrá hugsanlegar aukaverkanir á þessu. Á meltingar, óþægindi, þreytuslen og eitthvað svoleiðis. Og það mjög mikilvægt að fólk sé ekki að taka best úr báðu, auka fituna og fá sér beikon í morgunmat og borða nammi á kvöldin. Það bara allt og allt. Og þá ertu komið bara verstu blönduna. Já, það ekki bara auki fituna, svona já, ég ákveðna, en ég fæ mér nú alltaf hérna. Drekk nokkra bjóra og fæ mér hérna nammi og það gengur ekki. Hvernig tímalega? Það komið? Ok. Þá ætla ég bara að skauta yfir þetta. Þetta auðvitað svona almennar ráðleggingar sem eru. Þegar komin insúlín eða önnur lyf sem getur valdið blóðsykurfalli. Það leggja enn meiri áherslu að borða reglulega. Dragur orkuinntöku hjá þeir sem eru yfir BMI 30. Þegar þeir hætta að pissa sykrun þá þetta þyngjast þeir bara insúlín. Og ef það máltæður insúlín þá þarf að telja kolvetni eða að borða jafn mikið, ef maður á föstum insúlínskammtum þá þarf maður að borða jafn mikið af kolvetni alltaf í hádeginu. Og ég veit að ég ætla aðeins að nefna þetta á eftir, þannig ég ætla bara að skrolla yfir það. Og
Svo veit ég hún árið eftir að tala aldraða þema líka. Þannig þá bara skautum við það. Ég setti netfangið mitt aftur. Endilega hafið samband ef eitthvað er. Einhverja spurningar. Er einhverja spurningar annars núna? Já, takk Ólafur. Ég langar að vita hvort þú veist einhverja rannsóknir á stefi. Já, það hefur allavega ekki verið fundið neitt skaðlegt, meðan það hefur aðeins verið rannsókn. Ég sá einhvern tímann að almiska ekki ráðleggja þetta. Nei. Af því að það getur verið áhrif á nýrum. Já. Og ég hef verið að reyna að finna eitthvað en hef ekki fundið. Nei, ég hef ekki séð neitt sem er allavega skaðlegt. Nei. Ráðleggur og stefið? Nei, ég er rauninni ráðlegg engin sætefni, en sem ef það er þegar ég bara hreint skyr get ég ráðlagt. Sykraskyr hækka blóðsykur undir frekar hreint. Nota stefju eða skyr með sætefnum til tilbreytingar. En það er mjög erfitt að vera, ég hef rauninni ekki til að mæla móti þessu. Það er ekki hlut að nóg til að mæla með heldur. En hvað með þessar nýlegu stúdíur tengslum við ekki stefju, en sætefni og samsetningu þarmaflóra? Já, það er ekki bara ein. Ég er ein. Já. Það eru þetta svona alls konar óbein áhrif möguleg og það bara vitum við. Allan súkráleysi var alltaf einu þessum súkráleysi geta haft áhrif á þarmaflóruna. Þannig er hún Haltu niður og mögulega haft þannig óbein áhrif. Já, og eitthvað áhættu á að fá sykursýki. Já. Þannig að þetta er alltaf þegar maður vill ekki mæla með. En Þá kemur líka alltaf að magni. Já. Skyr einu sinni í viku eða tala sko 5 lítra á hvert. Já. Við þurfum alltaf kannski að fara algjörlega. Já, og ég segi oft fólk bara, ég mæli bara áhættudreifingu, ekki setja skeru í allt. Stundum kannski eitthvað massat á stundum eitthvað smá, eitthvað smá stefju. En þetta er náttúrulega í ofnótt það sem þetta fyrir að hafa skaðleg áhrif. En mér finnst bara mjög mikilvægt að fólk bara þegar ég er að ráðleggja þeim sem með sykursýki, bara að þeir átti sig á stöðu þekkingar og svo verður það bara að taka með þetta ákvörðun sjálft. Þannig að bara svona eru rannsóknir á sætefnum. Langtíma rannsóknir taka eðlisins samkvæmt langan tíma, þannig að við vitum ekki kannski langtíma áhrif eða neitt svoleiðis. Það hafa verið sett efri mörk hættulausrar neyslu á flest sætefni og svo verður fólk bara eiginlega að meta það sjálft. Við höfum tekið út hér og svo Akureyri höfum við tekið út sætefni í bakstri og í almenna sykursýki fyrir sykursýki. Ég veit ekki hvort það eru fólk á öðrum sjúkrahúsum hér eða hvernig það er. Ég held að það sé svona stefnan almennt að ekki að nota gervisætefni í almennt fæði fyrir sykursýka. Það er alltaf dæmur ávinningar til einstaklinga bara heima hjá sér. En svo er það náttúrulega líka þannig að það er ekki nóg því að kolvetni hækkar blóðsykur, það er ekki bara sykur. Þannig að setja sætefni í pönnukökurnar, blóðsykurinn hækkar bara alveg hellingu í hveiti í pönnukökurnar. Getur ekki líka verið að fólk setur sætefni þá að það fólk í mat og borða fyrir Meira, jú, oft er það. Og flettingin er líka sem að maður líka taka til að Já, það er líka bara svo mikið með þetta sé alltaf kolvetni. Þegar margir kannski ætla það bara að gera eitthvað hollara og fá sér fara í hrákökur og það eru hollar kökur þá maður bara svo mikið. En það bara gildir alveg saman þær kökur og aðra kökur. Það er bara eins neð því að þetta hættir blóðsykurinn heldur. Hvað með kjötmataræði, kornimót? Já. Það hefur verið að sjá á undanförnum.